Komið sæl og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag, 18. september, er 14. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins er þakkláti samverjinn. Í lexíunni sem úr Síraksbók erum við minnt á að lofa almáttugan Guð og allt sköpunarverk hans. Í pistlinum hvetur Páll okkur til þess að lifa í andanum fremur en í holdinu og í Guðspjallinu læknar Jesús 10 líkþráa menn. En við skulum byrja þessa stund á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. En heyrum heilagt Guðspjall sem að finna í Lúkasi. Svo bar við á ferði Jesú til Jerúsalem að leið hans lá á mörkum Samaríu og Galíleu og hann kominn í þorp nokkurt, mættu honum 10 líkþráir menn. Þeir stóðu álengdar, hófu upp raust sína og kölluðu: Jesús, meistari, miskunna þú oss. Jesús sá þá og sagði við þá: farið og sýnið ykkur prestunum. Þeir héldu af stað og nú brá svo við að þeir urðu hreinir. En einn þeirra sneri aftur hann sá að hann var heill orðinn og lofaði Guð hárri raustu. Hann féll að fótum Jesú og þakkaði honum, en hann var samveri. Jesús spurði: urðu ekki allir 10 hreinir? Hvar eru hinir 9? Urðu engir til þess að snúa aftur að gefa Guði dýrðina nema þessi útlendingur. Síðan mælti Jesús við hann: stattu upp og far leiðar þinnar, trú þín hefur bjargað þér. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Þessi saga er ótrúlegur vitnisburður trú. Já, þið heyrðu rétt, trú. Jesús var á leiðinni til Jerúsalem, á mörkum Samaríu og Galíleu. Kannski deildu gyðingar og samverjar ákveðnu landsvæði þar sem líkþráir höfðust við. En í Móselögum voru ákveðin ákvæði holdsveiki. Þar segir: hinn holdsveiki, sá sem sýktur skal klæðast rifnum klæðum, hár hans skal vera óhirt og hann skal hylja skegg sitt. Hann skal hrópa óhreinn, óhreinn, og hann óhreinn allan þann tíma sem hann hefur sjúkdóminn. Hann skal búa einangraður, bústaður hans skal vera utan herbúðanna. En þarna stóðu 10 líkþráir menn álengdar og á þeim hvíldi fjarlægðarregla vegna sjúkdómsins. Smithætta. Þeir máttu ekki koma nálægt öðru fólki. Þess vegna kalla þeir til Jesú og biðja ekki lækningu heldur miskunn. Þeir vissu að enginn mátti snerta þá. Það sem athyglisvert að Jesús segir aðeins: farið og sýnið ykkur prestunum, og þeir fara. Þeir hlýða, sem lýsir trú þeirra á að vera læknaðir áður en þeir kæmu til prestana. Prestarnir gátu ekki lækna þá, en það voru prestarnir sem úrskurðuðu hvort menn væru hreinir og hæfir til að búa innan samfélagsins. Það hlýðni við fyrirmæli Jesú: farið og sýnið ykkur prestunum, sem gerði þá heila. Því að leið og þeir héldu af stað urðu þeir heilir. Allir 10 urðu heilir, sem segir okkur að allir 10 trúðu á lækninguna, en aðeins einn þeirra sneri við. Hann lofaði Guð hástöfum, féll að fótum Jesú og þakkaði fyrir. Og það tekið fram að hann samveri, það þeirra þjóðar sem að gyðingar höfðu ekki samneyti við, og Jesús kallar hann útlending. Urðu ekki allir hreinir, spurði Jesú. Jú, en þeir sneru ekki við til að þakka fyrir. Og Jesús segir við samverjan: trú þín hefur bjargað þér. Já, Jesús hefur sagt þessi orð við fleiri, en höfum við kannski misskilið hingað til hvað virkilega felst í þessum orðum:
trú þín hefur bjargað þér. Því að í þeim felst önnur viðurkenning. Ekki aðeins að hann læknaðist, því allir 10 trúðu á líkamlega lækningu og urðu hreinir af líkþráni. Því að sú viðurkenning sem samverinn sýndi hann sneri við og lofaði Guð fyrir lækninguna, gaf honum líka eilíft líf. Það er sú trú, trúin á almáttugan Guð sem Jesús segir að hafi bjargað honum. Sagan vekur okkur til umhugsunar það hvort við séum yfirleitt nógu þakklátt Guði. Ég veit að við reynum að gera það en dagsins amstur og lífsins áreiti trufla oft hugan, taka athyglina og vandinn er líka orðinn sá að við erum svo góðu vön og okkur finnst svo margt orðið sjálfsagt í lífinu. Að við erum því miður orðin blind á svo margar af blessunum Guðs. Hvert sem við litum í kringum okkur getum við fundið eitthvað sem er þakkavert. Allstaðar getum við séð blessanir í formi áætlana sem ganga upp, flækja sem leysast og í verkum sem blómstra. Lexían sem er úr Síraksbók og er ein af apókrýfum ritum eða hulduritum Biblíunnar, minnir okkur á að þakka Guði. En hún hljóðar svona: Nú skuluð þið lofa Guð alheims, hann sem hvarvetna gerir máttaverk og veitir okkur vegsemd alla ævi frá fæðingu og breytir við okkur samkvæmt miskunn sinni. Gefi hann okkur gleði í hjarta og veiti Ísrael frið vora daga, eins og var fyrir örófi alda. Megi miskunn hans vera stöðug með okkur og megi hann frelsa okkur vora daga. Og í kaflanum á eftir skrifar höfundurinn sem vill svo til að heitir Jesús. Ég vil þakka þér drottin og konungur og lofa þig, Guð frelsari minn, ég lofa nafni þitt. Því að þú varst vörn mín og hjálp, leystir mig frá glötun, bjargaðir mér. Það er sakir mikillar miskunnar þinnar og nafn þíns að þú leystir mig úr gini þeirra sem gleypa mig, úr höndum þeirra sem sátu líf mitt, fjölda nauða sem mig rak í. Það er ekki fyrr en eftir á sem við sjáum allar þær blessanir sem hafa rignt yfir okkur. Málin hafa kannski ekki alltaf farið eins og við vildum, en þau hafa verið okkur til láns. Drottinn Guð hefur lofað að fara fyrir okkur og vera með okkur allt til enda veraldar. Þess vegna þurfum við að vera eins og samverjinn, trúa því að allt fara á besta veg, lofa Guð og blessun Guðs mun fylgja okkur. Jesús skrifar í Síraksbók: Hefjið raust ykkar og syngið lofsöng, lofið drottinn fyrir öll hans verk. Miklið nafn hans stórum, þakkið og lofsyngið honum, bæði með söngvum og hörpuleik, flytið lofgjörð með þessum orðum: Allt er gott sem gerði drottinn, allt sem hann býður verður á réttum tíma. Það verður að viðurkennast að stundum erum við óþolinmóð ef við þurfum að bíða eftir svari eða bíða eftir réttum tíma. En við getum verið vissum að ef við höfum beðið Guð handleiðslu, þá er svarið eins og segir í Sálmi 23, hann leiðir mig rétta vegu, sakir nafns síns. Í pistlinu segir Páll: lifið í andanum en ekki í holdinu. Ef þið leiðist af andanum eru þið ekki undir lögmáli, heldur undir náð Guðs og munið erfa Guðs ríki. Ef við leiðumst af andanum þroskast ávöxtur andans í hjörtum okkar, en ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langleyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og sjálfsagi. Hér getum við bætt við þakklæti til Guðs, því að í því þakklæti felst viðurkenning á langleyndi, góðvild, gæsku og kærleika sem Guð veitir okkur án þess að við eigum það skilið. Páll hvatti menn til að innifela þakkir í bænum sínum. Hann skrifaði: verið ekki hugsjúk neitt, heldur gerið í öllum hlutum óskir ykkar kunnar Guði
með bæn og beiðni og þakkagjörð. Já, þemað í dag þakkláti samverjinn og lexían hvetur okkur til að lofa Guð, því að leið og við lofum Guð, viðurkennum við máttarverk hans og við sjáum og upplifum hið stórkostlega sköpunarverk á annan hátt. Við erum þakklátari og við höfum ríkari tilfinningar því að við gerum okkur grein fyrir smægð okkar og ófullkomleika. Þó við munum ekki alltaf eftir því að þakka Guði og tökum mörgu í lífinu sem sjálfsögðum hlut, þá vitum við að Guð er með okkur, verndar okkur og blessar og leiðir okkur í gegnum hina dimmu dali. Eins og lexían segir þá veitir Guð okkur vegsemd alla ævi. Hefur gefið mönnum gleði frá örófi alda. Já, við höfum svo margt til að vera þakklátt fyrir, ekki aðeins fyrir stórkostlega umbreytingu á lífinu eins og samverjinn fékk þegar hann losnaði við holdsveikina og lækningin sem gaf honum nýtt líf og hann gat farið aftur til fjölskyldu sinnar. Heldur erum við einnig þakklátt fyrir alla litlu hlutina sem auðga líf okkar og skipta meira máli heldur en okkur grunar. Páll skrifaði: þið hafið tekið á móti Kristi, drottni Jesú, lifið því í honum, verið rótföst í honum og byggð á honum, staðföst í trúnni eins og ykkur hefur verið kennt og auðug af þakklátsemi. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.